Lech Poznan á morgun, 6 mörkum undir, hvernig svona tilfinningin? Hún skrítin? Nei, þú veist, bara sem búið og bara, þú veist, fórkeppni meistaradeildar á móti evrópsku stórliði á Kópavogsvelli eru bara, það forréttindi að taka þátt í svona leik. Samanskapið eru bara mikil tækifæri fyrir okkur að nota leikinn til að æfa okkur að vera betri, æfa okkur að spila móti liðum þessum standard, þannig að við bara tökum þessu mjög alvarlega. Svona hvernig býstu við þeim pólsku á morgun? Ég bara býst við þeim bara full strength, þú veist, þeir eru með það sterk 18-20 menn að þú veist, þó að gera eitthvað breytingar þá veikir að liðið, myndir alltaf veikja liðið bara lítið og kannski meira áherslubreytingar en nokkurn tíma veikja liðið, þannig að þeir mæta bara með mjög sterkt lið og ætla sér auðvitað bara ætla sér sigur, það klárt. Þú veist, það fór svona bröðslega á stað á tímabilinu, þannig að þú veist, þeim finnst þeim held ég að hafa margt að sanna líka og runni leikunum út okkur kannski svona mest samfærandi leikurinn, þannig að ég ætla væntanlega svona einhvern veginn að nýta sér það að koma hingað og eiga góðan leik og þannig að ég held að bara þeir takja sér mjög alvarlega og mæti bara með sterkt lið. Hvernig hefur verið svona að mótivera hópinn svona í þennan leik? Það ekkert mál, það bara gerðum við fyrir leikinn og spilum svo leik í deildinni í millitíðinni sem var skemmtilegur og bara kraftmikill leikur og góður leikur og þú veist, svo settum við bara fókusinn eftir þann leik á þennan og þú veist, bara hvað við vildum fá út úr þessum leik sem þetta bara, þú veist, æfing og lærdómur og menn eru bara klárir í það. Sagðir hann að fréttamannafundurum áðan þið ætlaði ekki að fara í leikinn til að reyna að vinna hann 7-0? Nei, það verður mjög skrítið að prótsa minni hálfu að reyna að selja mönnum það að vinna pólsku meistarana 7-0, þannig að það er ekki markmiðið, nei. Hvernig er svona staðan á leikmönnum? Við heyrðum að Aron Bjarnason var í kviðslitin, er það rétt? Nei, það er ekki rétt, en Aron hefur þetta að glíma við eymsli í nágrannssvæðinu en hann er alveg ekki verið greindur kviðslitin hingað til, þannig að það er mjög gaman að heyra. Ef ég hef ekki fengið þá greiningu, þá var alveg komið greiningu með þetta hans, það væri kærlegt. En hann hefur þetta, ekki leyndarmál, hann er búinn tæpur í sumar en hann er bara, þú veist, hann hefur verið í hópi í öllum leikjum meira og minna samt og spila fáránlega vel þegar hann leitar til hans, við bara þurfum að sparlega með hann en annars bara alltaf svipuð stað að Davíð Ingvarsson svona hægt rólega vonandi að koma tilbaka og Anton Logi fekk aðeins í náran í káuleiknum og hvílum hann allavega á morgun, vonandi ekkert lengra en það, aðrir eru bara heldur góðir. Þannig að Aron Bjarnason getur þá verið í hópa á morgun eða hvað? Aron er hópa á morgun, já. Flottir, takk hérlega. Takk.